Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum í dag, vér kveðjum Davíð Árnason og felum hann í arma miskunnar þinnar. Fyrir Jesúm Krist drottinn vor, í nafni hans biðjum vér. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn. Já, eins og nætur vaka, kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen.
hoppa kátur út dyrnar, við blasir heimurinn. Himinblár bláminn, himneskur jökullinn. Óbyggðirnar kalla og ég verð að gegna þeim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kem heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kem heim. Bergmál óbyggðanna, svo bjart í höfðum ég. Leiður á öllu og öllum, leiður á sjálfum mér. Óbyggðirnar kalla og ég verð að gegna þeim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kem heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kem heim. Í fyrra Kórinthubréfi segir pósturinn: eins og vér höfum borið mynd hins jarðneska munum við einnig bera mynd hins himneska. En það segi ég, bræður, að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikann. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðinn uppsvelgdur í sigur. Dauði, hvar broddur þinn? Dauði, hvar sigur þinn? Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesúm Krist. Amen. Leiðir mig rétta veg fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert til, því þú ert hjá mér. Sprottinn þín og stafur huga mig, þú býr mér bóð framme fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Lífa og náð fylgja mér alla ævindaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hyrðir, mig mun ekkert bresta.
heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafn. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás komu þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum, en þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafi verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því leitið að Jesú frá Nasaretinum krossfesta, hann upprisinn, hann ekki hér, sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Í Jóhannesar Guðspjalli segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu. Amen. Náð sé með þér og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Nú nálgast heilög jólahátíð og brátt breiðir hún yfir frið sinn og fegurð.
og mitt í fordæmalausum farsóttar ástæðum minnumst við fæðingu Guðs sonar. Gleðjum okkur enn og aftur, þjóð sem í myrkri gengur mun sjá mikið ljós, segir í spádómsbók Jesaja. Verum minnug þess og treystum þeim orðum. Guðs sonur kemur til manna, hann sem birtir Guð á jörðu, fer með orð hans og erindi til okkar, vitjar þeirra sem hann kallar minnstu bræður, þeirra sem ekkert eiga og ekkert eru í augum heimsins. Þeir eru hans og þeir eru líka okkar sem viljum kallast börn hans. Og hver sem staða okkar og stétt hvort sem við lifum í efnalegu ríkidæmi eða erum snauða veraldargæðum, þá líf og lán okkar í hendi hans, sem María bar í heiminn á Betlehems völlum forðum. Án hans erum við ekkert en í augum hans, í heitu hjarta drottins erum við allt. Ljósið sem kom í heiminn vitnar Guðspjallamaðurinn Jóhannes og segir: Jesús hið sanna ljós sem kemur í heiminn, ljós af ljósi Guðs, Guð af Guði sannum. Hann ljós sem upplýsir, endurnærir og leiðsegir, ljós sem lífið sjálft. Og nú við stöndum í skugga dauðans, þá leggjum við traust okkar og von á upprisu drottins, Jesú jólabarnsins. Í upprisu hans sjáum við líkt og afdrif okkar sjálfra. Jólabarnið Jesús líka upprisin drottin. Og fyrir heitum upprisu hans og sigur lífs á dauða sjáum við í gangverki náttúrunnar. Þessa desemberdaga þegar sól lægst á lofti og það eins og undirdjúpin hafi reynt að draga sólina niður til sín, láta hana hverfa og umlykja okkur endalausu myrkri. En sólin byrjuð að feta sig hægt og bítandi, örugglega í smáum skrefum, veg sinn upp á himinhvolfin. Og hún færir okkur gleði og fögnuð, eins og ámenning og táknvísan upprisu drottins og minnir okkur á eilífan frið og fögnuð í ríki hans. Í dag kveðjum við Davíð Árnason og felum hann góðum Guði. Hann var fæddur á Stafholtsveggjum þann 22. ágúst árið 1943, 10 barna hjónanna þar, Elínar Guðmundsdóttur og Árna Guðjónssonar. Á Stafholtsveggjum, því sóma og myndarheimili, átti hann uppvöxt sinn. Sem barn og unglingur dvaldi hann mikið á Kaðalsstöðum og lærði þar smíðar af Ólafi bónda. Það voru allt honum góð mótunarár. Og smíðar lærði hann áfram og lauk prófi frá Iðnskólanum í Borgarnesi sem þá var. En Davíð kom víða við á starfsævi sinni. Hann vann við smíðar lengst af þó með hléum væri. Lengi starfaði hann sem bifreiðarstjóri hjá Vegagerðinni. Var einn af mörgum sem ók rútum Sæmundar Sigmundssonar og vann hann í áhaldahúsi Borgarness og var vinsæll og vel látinn húsvörður í grunnskólanum í Borgarnesi. Þau Dídí og Davíð kynntust hún var við nám við húsmæðraskólann á Varmalandi. Síðar skildu leiðir. Dæturnar Elín og Unnur kveðja hér með mökum sínum og börnum.
Maður Elínar Sigurbjörn Gretarsson og dætur hennar Davíð Andri, Díana Brá og sonurinn Halldór Gretar. Dætur Sigurbjörns Kristbjörg Helga og Guðrún Lilja. Barnabörnin 5 talsins. Maður Unnar Guðjón Leifsson og dætur hennar Arna Jara, Andrea Ína og Birta Kristín. Davíð Árnason var maður glaður og reifur. Hann var velvinnandi, dugnaðarforkur og góður verkmaður, vildi ávallt skila góðu verki og gat sér gott orð og átti virðingu vinnufélaga. Og vinamargur var hann og við minnumst þess hversu einlægur maður og falslaus hann var. Opinn og bjartleitur, hann lagði að sér fólk áreynslulaust, naut þess að vera samvistum við aðra, sitja á spjalli, skiptast á sögum og víst var hann sjófróður fólk og sögu í héraði, þekkti hverja þúfu og hól og oft var það saga tengd. Ég minnist þess þegar ég var 20 nýstúdent að vinna fyrir vegagerðina í Borgarnesi á pelóter eða vélskóplu eins og það heitir nú. Að Davíð flutti mig og tækið fram og tilbaka helgar milli Dragháls og Brynjuvógs. Og það var einstakt og uppörvandi að kynnast honum. Njóta gleði hans og umhyggju, því ekki veitti af að stappa stálinu í guttan sem var stundum lúinn og smeykur. Þær stundir sem við áttum saman mér mikið þakkarefni í endurminningunni. Líkt og þegar maður lítur tilbaka og þakkar gott fólk sem gerði manni vel. Davíð var fjallamaður á ástríðu, elskaði vélsleðaferðir með himinskautum í góðra vina hópi og hestamaður var hann af miklum áhuga. Það var honum mikið áfall hreinn bróðir hans lést, kornungur, á sviplegan hátt. Og hann gerði allt sem hann gat til að styðja Guðbjörgu konu hans og dótturina Heiðu Björg. Hjálpsemi og greiðvikni einkenndi Davíð og varla gat hann sagt nei við nokkurt mann, ávallt boðinn og búinn að ganga í verk og vinnu. Og hann var vökull maður og vildi leggja samfélagi sínu lið. Þannig var hann árabil virkur í björgunarsveitinni Brákir í Borgarnesi. Hann var harður af sér, ófeiminn við fjöll og fyrnindi, en umfram allt góður félagi, gleðigjafi. Og hann lét sér allt annt nýliðana, unga fólkið, sem laðaðist mjög að honum og sótti holl ráð. Björgunarsveitar fólk þakkar samskiptin vináttu og hollustu hans. Líf okkar og lán margvíslegt, allt óvissu sveipað. Við megum þakka hverja stund sem okkur gefin, leita að hinu góða í andartakinu, reyna að forðast það sem skemmir og skaðar og dregur skugga upp á glaða dagsbrún. Á volki og veltingi lífsins, hrakviðrum og hrissingi fékk Davíð sinn skamt og betur hefði hann mátt fara með sig og daga sína. Páll postuli talar þær þverstæður sem í okkur búa, ekki síst þeim sem mikið gefið, og hann segir: það góða sem ég vil, það geri ég ekki, en það vonda sem ég vil ekki, það geri ég. Hann í raun að segja að það erfiðasta sem við mætum að ráða við okkur sjálf.
glíma við mótsagnirnar sem í okkur búa. Við erum oft skjót að fella dóma samferða fólk. Þar skyldu nú allir fara varlega. Hver hefur sinn djöful að draga? Það er svo margt sem við getum falið hvert fyrir öðru, en Guð sér og veit líka það sem er öðrum hulið. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég stend eða sit, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Tökum þessi orð Davíðs sálmsins til okkar. Dveljum í þeim vonglöð og skilningsrík. Leipidómalaus í bænum af orð okkar og verk, hvorki meiði né skemmi, og að verk okkar verði ljósins verk, meðan dagur okkar varir. Við kveðjum nú Davíð Árnason, minnumst góðs manns sem genginn er, og þökkum góðar stundir. Við kveðjum sem hér erum í helgidóminum í dag, og margir sem vegna farsóttar ástandsins geta ekki verið með okkur í dag, en fylgjast kannski með á öldum ljósvakans. Kær bróðir Davíðs, Rúnar, er fjarri með fjölskyldu sinni í Noregi. Hann minnist bróður síns og sendir góðar kveðjur sínar. Náfrændi Davíðs, Ágúst Skarphéðinsson, og kona hans Erla Jónsdóttir biðja fyrir kveðjur sínar. Þá einnig bræðrabörn Davíðs af Egilsgötunni. Sólveig, elst systkina, er fjarri, en maður hennar féll frá í fyrra kvöld. Hún minnist bróður síns í þökk, og Guð leggi henni líkn með þraut. Guð blessi ykkur og varðveiti góða fjölskylda. Verið Guði falin. Það er fallegur siður að minnast sérstaklega á aðventu og heilaga jólahátíð þeirra sem gengnir eru, fara í kirkjugarð, minnast látinna ástvina. Þannig sýnum við virðingu og tjáum þakklæti okkar til þeirra sem við elskuðum. Jólin eru þannig tími upprifjunar og endurminninga líka. Við hugsum hvert með sínu móti og erum minnt á fallvaltleika lífsins, oft í blendinni tilfinningu þar sem blandast hryggð og eftirsjá. Einnig í þökk fyrir gott fólk sem fékk að eiga langa og farsæla ævi og kvaddi sátt við Guð og menn. Og híbýli okkar og hús skreytum við með ljósum af öllum mögulegum toga til að gleðja og uppörva. Og öllu ljós sem við setjum til að fegra hátíðina eru eins og endurskín af ljósi Guðs daufur glampi, birta samt frá honum sem er ljós heimsins. Guð geymi þig og varðveiti í friði sínum, Davíð Árnason. Guð sé okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og í dauða. Í Jesú nafni. Amen. Takið postulegri kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með ykkur öllum. Amen.
svefnstað og skjól. Guð Faðir í himnaríki, miskunnar þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunnar þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunnar þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Látum oss biðja, Faðir vor á himnum, þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til, fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Davíðs Árnasonar, sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og verð þeim leiðsögn á komandi tíma. Uns vér söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dauðum ró og hinum líkn sem lifa.
Drottin láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti augliti sínu yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottin vorn Jesúm Krist. Amen. Í Jesú nafni. Amen. En þið skortir kjark, þú hikar og hugsar dag og nótt og hræðast að þú munir særa mig. Góða ferð, góða ferð, góða ferð, góða ferð, já það allt og síðan brós. Því ég geymi alltaf viður, það allt þú gafst mér. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Við áttum saman yndislega stund. Við áttum sól og blóm og hvítan sand og skjól á köldum vetri vindurinn naburt söng og von gullin ský og fagurt lag. Góða ferð, góða ferð, góða ferð, góða ferð, já það allt og síðan brós. Því ég geymi allt og viður, það allt gafst mér. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Þó farið þú í fjarlæg, kæri vinur, og fætur þínir stígi ókunn skref. Hver draum ræst hafa aftur, þú áður sagði mér. Þín ást var mín og brosin geymt ég. Góða ferð, góða ferð, góða ferð,
góða ferð, já það alltaf síðan brós. Þig geymi alltaf vinur, það aldir gafstu mér. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð. Góða ferð, vertu sæl, já góða ferð.